félagsheimilinu Breiðabliki unnið að gestastofu Snæfellsness, en Snæfellingar hafa verið í fararbroddi í umhverfismálum og skipulagi ferðaþjónustu á Íslandi með áherslu á sjálfbæra ferðaþjónustu og stýringu álags. Þá þar einnig á verslunin Búsæld sem sprottin út frá 10 ára gömlum sveitamarkaði þar sem eingöngu versla með mat og handverk af Snæfellsnesi. Geturðu sagt mér aðeins frá þessu verkefni sem hér í gangi? Já, við erum búin að opna hérna gestastofu í það sem ferðafólki kemur inn á Snæfellsnes og reynum að taka á móti sem flesta sem alla ferðast hérna á Snæfellsnesi og það búið að opna núna í tilraunaskyni í 2 mánuðir. Við opnuðum, ef ég minni rétt, 20. júlí og þetta hefur fengið af frábæra viðtökur. Við tökum á móti hérna 250 til 300 manns á dag og leiðbeinum því í gegnum Snæfellsnes og segjum fólki hvert best að fara og hvaða staðir verst að skoða og hérna hvert það ætti ekki að fara og hvað hreinlega bara hættulegt að gera. Og svo erum við með litla búð hérna sem bara áhugasama konur hérna úr sveitinni hafa tekið að sér að setja upp og seljum vörur, bæði handverk og svo líka smávegis af matvörum beint frá býli. Mikilvægt að ná ferðamanninum hérna áður en hann fer inn á nesið? Já, ég hugsa það klárlega. Við höfum öll tekið eftir umfjöllunum í fréttunum klósettvandamálin, ferðamenn sem haga sér ekki eins og æskilegt væri og stoppa á miðju götu og hérna og svo líka bara fara þar sem við viljum ekki endilega hafa ferðamenn og þess vegna náttúrulega bara mjög mikilvægt að ná til þeirra áður en þau fara inn á svæðið og það akkurat hér í byrjun Snæfellsnes. Ég held að eru 80% af ferðamönnum sem fara hér á þjóðvegi 54 og keyra svo inn á Snæfellsnesi. Þannig að þetta bara akkurat staðurinn fyrir upplýsingamiðstöð. Þannig að þetta snýst kannski að stýra umferðinni, að beina þeim þangað sem þeir eru velkomnir og fá góða móttökur. Já, algjörlega. Og ég hugsa að við náum því markmiði bara mjög vel. Flestir sem koma hérna koma og spyrja hvert best að fara og hvaða staðir verst að skoða hérna á Snæfellsnesi og alla kannski eyða 1 eða 2 dagar og starfsfólkið hér á Breiðabliki bara svo lítið að skipuleggja ferðina handa þeim. Ef við fer aðeins hérna í búðina ykkar flottu, þetta fallega handverk, þetta á sér svolítið langa sögu samt, vörurnar hérna inn í búðinni? Jú, það á svolítið lengri saga á bakvið. Þessi búð hérna sjálfstætt afsprengi af sveitamarkaðnum á Breiðabliki og sveitamarkaðurinn fagnaði bara 10 ára á þessu ári og var einn af fyrstu sveitamörkuðum held ég bara á Íslandi og hérna fyrst var þetta bara mjög lítil og fáir sem seldu vörur og fáir sem komu og keyptu. Og núna þetta bara orðin svo stórt að í sumar þá sprengdum við hreinlega bara plásið af okkur. Við gátum ekki tekið inn allt sem við vildum og þetta hérna núna það að einhverju leyti sömu seljendur sem eru líka á sveitamarkaðnum en þetta algjörlega sjálfstætt batteri. Það fólk af öllu Snæfellsnesi sem getur komið hér og selt vörurnar sína. Við ætlum að selja handverk og mat beint frá býli og það til dæmis á sveitamarkaðnum sem bara 2 á ári, þá það bara fólk hér á sveitinni sem að selja. Núna erum við að opna þetta fyrir allt Snæfellsnesi. Þið eru með eitthvað gæðakerfi á vörunum eða ekki og merkingakerfi sem svolítið spes. Já, fólk sem hefur áhuga að selja hjá okkur, það verður að undirganga ákveðin gæðaskoðun og við ætlum ekki taka inn hvað sem við ætlum að svolítið að velja úr og
og ætlum að bjóða upp á handverk aðalega og svo matvörur og vörurnar þurfa að vera snæfellskar eða hafa að minnst einhvers konar tenginga inn á Snæfellsnesi og svo eiga náttúrulega vörurnar að vera fallegar og þær eiga að vera unnar úr náttúrulegu efni og já, þetta er svona í stórum dráttum og svo eru vörurnar merktar hverjum seljandi og þannig að þegar þú kaupir hjá okkur þá getur þú alltaf séð hver framleiddi það sem þú valdir.